elskunar mínar, ég hérna komin með í settið, alveg ofboðslega góða vinkona mína, Anna Díuna Ómel frá Svalbarðseyri. Nei, ég frá Grenivík. Já, ég verð ekki að, já, það Svalbarðseyri þarna rétt hjá. Það rétt á undan. Já, það rétt á undan, sko. Já. Já, það svona, já. Eitthvað sem enginn stoppar í. Má segja þetta, manstu hvað var það allt vitlust á Raufarhöfna því að það sagði einhver að var í rokraskanda. Grenjaðu fram augun. Já, en samt fara allir það núna því að þetta var svo mikið auðvitað. Kannski er allir að fara að Svalbarðseyri þetta. Kannski fara allir að það græði nú ekki Grenivík neitt á því. Já. En það allir undan hvora öðrum á Svalbarðseyri frétti ég af fólki sem ég kynntist þegar var skemmta hjá Vís. Örglega þar sko, en ekki á Grenu. Nei, það er ekki svoleiðis. Það allir undan öðrum kórum. Já, þeir eru kurteis þar. Já. Og hérna, mér svo gaman að þú segir frá því með þínum eigin orðum að þú átt svolítið mikið að systkinum og segi kannski pínlítið frá hvernig var að lifa með svona mörgum og hvað mörg og svona systkinum? Við erum mörg, sko, móður minn átti náttúrulega 11 börn, faðir minn 12, en þau áttu bara 2 saman. En hvað bjögguð margir saman þá? Við vorum 8 þegar vorum flest. Já. En það var alltaf einhver reytingur og einhver systkinabörn og annað, þannig að... Var fólk sendt á þetta heimili? Nei. Við bara vorum hana. Það var að því ég bjó í sveit og það voru allir sendir í sveitinu, við vorum hafðist 30 þar í svona litlum kofa. Já, nei, setna mér sko ég sendi fóstur, þá vorum við senda á heimili. Sest ég og litli bróðir. Já. En bara heima vorum við bara við systkinin og öll stúpsystkini og annað. Já. Og og samtyku vel? Mér samdi við öll nema eina albróður minn. Sem litli bróður minn. Við slóumst upp hvern dag. Jæja. Og reyndum eiginlega svona að drepa hvort annað allavega reglulega. Gleymiði nú ekki eina verslumannahelgi þegar faðir minn og þáverandi stjúpmóðir voru í burtu og okkur sinnaðist og hann labbaði inn í Sendverðarbyggju og sótti riffil og skaut mig. Nei, í alvöru? Já, hann skaut mig. Og hitti þig? Hann hitti ekki, hann skaut eldursrúðuna og ég var svo reið að ég stakk hann með búrhníf. En hittir þú? Já, ég hitti alltaf. Er hann á lífi? Hann er lifandi. Hann er lifandi. Og og það hefur verið náttúrulega eins og blóðbað. Við vorum mestar ákjör sko að því að redda nýri rúði í gluggan áður að pabbi kemi heim. Já, og þá gáttu unni saman. Sem við gerðum og þá unnum við saman auðvitað. Já, svo þarna, það er æðislegt. Ég var honum að kenna að rúðan fór. Nákvæmlega, en mér að kenna ég hafði greinlega augra á honum eitthvað, ég veit það ekki. En það blikkar öll ljós hérna, það er alltaf svona, það er ekki tekið eftir því. Ég er líka svo mikið disco. Það blikkar alltaf kringum mig. Þú veist það líka, það blikkar ljós ef einhverjar handan er að hafa samband við mann. Ok. Af því það eina sem þau geta gert það er svona... Sófóníasbróðir. Já, kannski finnst hann leiðilt að þú skiljaði hann eftir út undan, hann var ekki albróðið þinn. Nei, hann var stjúpbróðir. En alveg jafnmikill bróður allra aðrir. Já, en og þið voru svona mestu pallar. Við vorum mjög góðvinir. Já, mjög góðvinir, já. Og ég sakna þess að þá. Og mun alltaf. Og þú varst svo sendur í... Já, ég og litli bróður voru sendið fóstur þegar Sófónías veikist. Það náttúrulega gat Helga mamma bara ekki séð með þessi börn. Með sko 2 ára nýfædda veikan dreng og mig og Inga kolvitlis. Já. Þannig að, en við fórum á frábært heimili. Já. Og áttum yndislegt líf þar. Já. Hvert fóruð þið? Heiðabraut í Fljótsheginni, rétt fyrir án Goðafoss. Já. Hjá Dísu og Kalla. Já. En dásamlegt að segja frá því, að því það er svolítið merkilegt að því að fólk er kannski hrætt við að fara á hennar heimili en börn eru kannski góði að aðlaga sig að vera svona heppin með þetta. Við vorum rosalega heppin. Já. Vil ég meina sko. Já, það fyrir eftir hvernig þú sér það nefnilega. Já. Ég líti á glasi frekar sko hálffullt heldur en hálftómt. Já, það er betra. Og þarna bara hreftu við hnossið. Já. Dísu og Kalli voru yndisleg. Já, og voruð þau með bú? Já. Og þar detti ég í rollur. Þar dettur í kindina. Þar detti ég í kindina. Já. Og elska kindur. Já. Og á einmitt núna 3 kindur. Jæja. En í Norðurárdal. Já. Þannig að þegar þú átt kindur, sem sagt maður var alltaf að gefa kind þegar maður var lítill. Þá borðaði ég börnin. Þegar þú borðaði börnin. Sem heitir lömb. Þau eru svo góð. Á bragðið. Já, víst.
Já, maður verður... Ég verði aldrei vígan, sorry, sama hvað ég reyni. Já, en hefur reynda? Ég hef prófað það og Já, mér finnst vígan var matur það í mjög eiginlega góður. dag eða? Ég reyndi alveg í mánuð Já. og ég elda alveg fullt af vígan mat en, en ég þarf mitt, minn fisk og mitt kjöt. Já, þitt prótein í því. Já. Beinir ekki nóg, ég prumpa svo mikið. En það er gott að hafa pínlítið gas, er það ekki? Það lyfti manni, allavega frá stólnum. Það lyfti mann frá stólnum. Mér finnst bara sexy að prumpa, sko, en mér finnst ekki sexy ef það er, sko, ef það er svakalega skítalegt, en mér finnst allir að prumpa. Ég er náttúrulega að prumpa bara ylvatni, ég er svo gay. Já, þú... Það er bara Chanel nr. 5. Núna hugsa ég verð að vera gay. Ég er eins gay as it gets, sko, því að ég er... Þú ert náttúrulega bara 100% dragdrottning. Já, ég er 100% dragdrottninga því að ég góðst mér ekki að pæla í kynlífi. Ég er gay, sko. Ég er það bara. Þú hefur ekkert pælt í kynlífi sem þú áttir síðast barn? Nei. Þú veist að því að mér fannst að því ég vildi alls ekki að það gerist aftur. Nákvæmlega. Ég kann eignast að annar barn, sko. Og ég svo hefði að vera ekki óleitt við kynlífi þannig ég stundaði mikið. Já, sjáðu hvað það er nú bara ágætt að þurfi ekki að vera, það er nú óhort að vera á pillunni, sko. Að mér skilst, já. Jú, að það er sess að unga stelpunar eru á pillunni. Mér finnst það nú að strákanir eiga nú líka að vera á pillunni. Það er hægt að fá pillu fyrir stráka, Það vissirðu er bara það? græða á það smokk, Græða á þá smá. finnst mér. Já, en hvar fer þá sullið? Er ekki hægt að tapa þessu af eitthvað? Jú, það er örugglega hægt að... Stinga á nál og Já, það er hægt að finna örugglega út svo af bara þessu. lími yfir. Þetta er góð hugmynd að því þeir vil ekki taka pilluna því að þeir segja við fáum bólur, það er búið að finna pillu. Það er búið að finna pillu fyrir karlmenn, já. Já, en Sem þeir vil ekki virkar. fá bólur. Já, en það er betra að konur fái blóðtappa. Já, þeim finnst það. Já. Já. Svo þau getur En fengið sér það nýja. búið við mjög karlegu umhverfi. Já. Þess vegna, ég var svona að hugsa sem sagt, með karlægt umhverfi af því að það er nú komin einhver 30 nöfn núna á fólk hvort sem það er og þú verður að telja þetta upp fyrir mig. Sko, Jesús. það sem ég man, Já. hún, hann, hán, héð, svo er eitthvað eitt í viðbútt sem ég man ekki. Nei. Hvað finnst þér Sko, mér finnst, verið að gera líka bara fyrir unga fólkið og allt sko þar sem ég man nú ekki fyrir hotn neitt og hvað þá þetta og hver er hvað og hver er kvist þá hvað finnst þér þetta? sko, mér finnast flokkanirna orðnar of miklar. Af því að ég er bara búin að reka með það sjálf að því meira sem er flokkuð, því meiri fordómur lendur í. Amen, segi ég. Þannig að ég segi, ég kalla mig hana, ég er hún. En, Hanna og ert hún. já, en ég kynni mig bara sem ómel. Ég er bara Já. ómel. Ég Já. þarf ekki að vera hún eða hann, ég móðgast ekki við að sagt hann, ég móðgast ekki við að sagt hán, Nei. ég heyri ekki hér Nei. af því að ég bara heyri illa. Já. Það er Ég, gott að ég, heyra ég er með illa stundum. valheyrn. Já, þú ert með valheyrn, ég minnst það frábært. En allar þessar endalisa flokkanir, mér finnst það eiginlega bara til að búið til fordóma. Já. Og líka þegar sko, þegar fordóma til þess ég hef lent í á Íslandi, er ekki endilega frá þessum gagnkynja fólki, það er frá gay-samfélaginu, Já. sem trans. Já. Og þá voru homar og lesbíur sem sagt mjög fordómafull gagvart mér á sínum tíma. Það var líka fordómar gagvart bisexual, var það ekki rétt? Jú, Já. þau vildu meina að það var ekki til, Já. en auðvitað er það til. Er ekki fólk bara... Ég á til að þetta píka óvart. Já, það er... En það er bara eftir marga flöskur til kíla. Já, Það verður lesbía. þú ert svo hávaxinn að hvernig dettur í píku. Ég felli vilt að svo leggst ég út af. Já, þú ert búin að drekka það mikið og þú leggst út af og þá dettur í píku, ég skil þig. nákvæmlega. Já, þarna þetta var agalega gott hjá þér að útskýra þetta, sko. En ég meina, bara, fólk á að vera bara alveg svo það vill að því það er ekkit gaman ef allir væri nú bara alveg þræleins, sko. Ég er svo fegin einmitt að eiga litrikan vinahóp Já. og það er meðal þú. Já, við erum búin að vera vinkonur, hvað síðan? Þetta er rúmlega 20 ár. Og ég dregði í allt sem ég er að gera. Ég alls staðar. veit það. Já. Síðast var matræslu þáttur. Já, guð minni, Jesús. Það sem við eldum hjörtu. Já, Jesús Kristur. Það... Og skólastjóri minn gamli úr grunnskóla, hann, Björn Ingóls, kallaði Böddi. Einmitt bara, já, þarna myndi ég að þú elskar hjörtu. Ég sagði það, veist, í einhvern tíma þegar hann var að sína mér líffærafræði, ég held ég verið kannski 7-8 ára. Já. Og hann tók út hjartað úr Ingu sem var svona líffæradóka. Já. Og hann bara, og ég sagði, ég elska hjörtu.
Ég man ekkert eftir þess að hann myndi það. Ég sagði hérna, já við verðum bara áðan, já og við setjum bara hjartað í þetta og þá sagði þú, já ég er bara búin að selja mitt. Löngu búin að því. Já, það er svolítið, það enda náttúrulega hérna En það notaði heilin ekki hjarta. Minnst hjarta svo, sko, minnst alveg furðulegt að hjarta er frekar ófrítt, svona. Minnst hjörtu falleg. Já, Minnst en mun falleg en heili. Heili er eins og svona hefur séð skemmtur eitthvað oft búðingur. heila? Já, úr kindum. Ég náttúrulega hef slátrað og Já, úr kindum. heilin í okkur öllum eins, hann er bara hans minni í kindum. Já, hann er allur einn, já, ok. Þetta er eins og svona jelly Erum við búðingur. ekki svona æðri og með eitthvað svona flottari heila? Nei, þetta er allt eins held ég. Ég man eftir því þegar ég kom til þín þegar þú varst einsunni að því þú ferð alltaf á vorin að gæta lamba og hérna, ekki kannski svo hirðingi en að fara í sauðburðinn. Kindaljósmóður, Kindaljósmóðir. Og ég man svo vel elska það. já, hvað var farið, sko, hvað þú varst svo innileg við sko hænurnar og það átti sitt pláss þarna og það var ljós þarna og hvað þar borðuðu og hérna, og með kindurnar, hvað var mikið ástuð í þessu og þetta var svo persónulegt og Ég þar vil var, vita hvað ég get já, þú vilt vita hvað þú og getur. ég vil þekka það, helst með nafni. Nei, núna Jú. ætla ég ekki Nei, að, að því að ég stend það ekki veit, með þér hana. sko, ef maður þekkir þau með nafni Nei. og er búið að fara vel með þau, þá veistu hvað þú ert að borða og þú veist að þú ert að borða gott. Já, nei, sko, þetta er að versta sem ég vita. Ég fór hérna á Ólafsfjörð sem að við tölum nú kannski ekki mikið en hjá okkur Sálarssonafélaginu Já, og konan var alltaf að gefa mér að borða og það hét alltaf eitthvað sem hún gaf mér að borða. Og mér fannst þetta svo anstekilegt og samt er ég úr sveit og svona og hún sagði, hvað viltu borða í kvöld, Sigga? Ég sagði, geturðu gefið mér eitthvað að borða sem heitir ekki neitt? Heitir ekki Anna eða er ekki uppáhaldsbelja þín þarna eða heimalingur og svona. ég man nú eftir sko því ég var í fóstrið mitt, þá var einni uppáhaldskunni minni slátrað. Hún hét Búbút. Já, Var yndislega, ég kurði hjá henni, ég grét með henni, hún huggaði mig þegar ég var döpur. Svo hjekk hún bara tvenna lagi í traktornum einn daginn þegar ég kom heim að skólanum. guð minn En veistu að hún var alveg jafn góð með brúnusós og kartelmús. Já, en ég meina þú svo enda hún í klóstinu. Við kúkum öll, Jú, það er bara svo leis. já, en þetta er, já, en En sko, þú veist hvað, kýr truflar eru mig- rosalega greindar. já, Þú, sem manstu og kindur. Já, ég veit en að því hún er að tala um beljunar, að því ég er Já. í beljumerkinu, að sko, mannst eftir kunni sem að syndi yfir fjörðin, Já, segðu það og sláturhúsinu. Já, Það var í eigifrinn með mig. já, Hún syndi frá Svalbaseri og yfir. já, gat verið að það hefði verið í nágreina því mér dattið Já, til, að það Svalbaseri var sláturhúsið. já, Þar var allt sendi í gamla dag. En hérna, já, hún syndi yfir og var bjargað. já, að því En að sem sagt, henni var ekki það var lógað eftir verið að leiða þær til slátrunar þegar Já. hún ákveður að taka rás. Hún bara svona, nei, teka ekki. En þér finnst þetta líka, af því að þetta þarf að vera mannúðlegt, finnst mér úr því að þarf að gera þetta. Sko, Að hérna, það, með kindurnar, þar finna þetta líka á sér að vera Það er auðvitað keira finna- langa leið. auðvitað finna þær á sér. Já, Og ég er rosalega á móti þessum sláturhúsum. já, Ég vil láta innleiða sláturbíla eins og er í Nóri. já. Það sem að koma bara stóri trukkar sem er sláturhús með góðum sláturum og þeim er slátur á staðnum og sett beint í fristingar hjá bóndanum. Veistu það að ég get sagt þér Að þetta. það 6 tíma kersla, 7 tíma eða 8 tíma kersla er bara ómannúðlegt á Já. skefnu. Nú eiga þeir að keira frá Hvammstak og það er bara einhvers staðar austur Já, og alla þessa leið þá skynja þeir þetta því að dýrin skynja alla skapaðlutu miklu Nákvæmlega. greindar en við yfirleitt. og tróðið inn í þessi ljótu pláss og Já, traðkand og koranari já. líður illa. Og fólki gæti sko þá kannski keirt heima bóndabænum Þá og er keirt heima bóndabæð, því Já. að slátur á hlaðinu já, en og að svo keirt tekur- heima og svo keift af þeim. og svo er keift beint að bónda. Já, veistu það, þetta gæti breytt allri bara, hvernig við, Það- öllu, Þetta myndi minka það sem ég kalla versmiðbúskap. okkur ætli, ég veit ekki hver er búin að vera landbúnaðar á þeirra, því að hver er búin að vera það? Nei, já, ég veit það ekki. Ég man ekki hver var síðast. Jú, Nei. hann hérna, hvað heitir Maður hann? fylgir ekki, Sigurður, já, Sigurður Ingi, já, Já. hann var landbúnaður á þeirra síðast Já. ekki. já, ég veit það ekki, mér finnst bara allavega það sem Og hann er undan því var framsóknarmaður, og þá ætti hann núna, og ég ætla bara að ringja í hann, að því ég hef aldrei heyrt þetta, að því að það þarf að finna lausn út af að þetta þarf að vera vottað og svona Já, dótt.
En núna er komið sko leyfi á heimaslátrun, til dæmis. Já, en þú þarft að hafa þetta svo fínt og Já, þú hefur ekki efna á þessu. en með þessum bílum, Mhm. þessum færanlega sláturhúsum, Já, þá er þetta hægt. veistu það, þetta, Svo er bara viðkomandi bær með sitt eigið kjötvinnslu leyfi. já, sem sagt að þau, sem sagt að, já, þau þurfa að hafa kjötvisluleyfi Auðvitað. þó það sé sko slátrað og pakkað í bílnum. Já. Okkur þurfa þá hver einasti bær. En sko, þið er bara slátrað, svo Já. er bara sett inn í vinnsluna Já, og viðkomandi bær gerir það sem hann vill úr viðkomandi. já, Ertu að gera bjúgu, ertu að gera þetta, ertu að gera Já. hitt? já, kjötvinnsluleyfi, já, vottað. Getur Já. þess vegna bara að gera skinku. En við dóum nú ekki mikið úr matareitrunum þó það væri nú ekki vottað á öllum bæjum allt. Sko, heima var nú bara slátrað í fjárhúsunum Já, með skítnum og öllu já, og ég lifi enn. já, Amma sagði alltaf smá skítur hreinsar inniblinn, það er gott. já, en það eru En það er ekki með neina ofnæmi. Nei, að maður á að lifa aðeins með bakteríunum og vera góður við þar. Ef þú hefur ekki bakteríur, Já. þá náttúrulega lifir bara ekki. Nei, og þess vegna, sko, að því þú er nú komið hérna stundum og hérna verið að taka til og elda hérna brauðsúpu og... Þú elskar brauðsúpu og ég veit að ég ger einu það bestu í heimi. Veistu það, guð minn almáttugur og bara það sem þú eldar, að maður dettur niður dauður, sko. Ég elska bútumat og ég er fílar. Ég elska að fóðra fólk. Já, þú Bæði hef gaman að því og nýt ítölsku þess. dífa í raun, sko, með það. Bara ef að fólk kemur til mín eða ég kem til fólk svo vil ég tróðið eða mat. Já, Ég er bara svo leiðis. yndislegt. Ég er ekki búin að heimsækja það á nýja staðin. Þú ert að koma þangað. En þú ert í 101. Ég er í 101, ég er alveg við. Já. Ég er náttúrulega Eins og aldrei ég sagði, botnað sko, í ég svoleiðis náttúrulega- fólki en ég Ef þú ert flytur í sveitakur? borgina úr sveitinni, gæla. þá annarkort býrði í 101 eða bara flytur aftur heim til Greinvíkur. Það er 101 eða ekkert. Annars Fyrir er mér. hvað ég er búin að þekkja alltaf, ég sagði gaur, gæla Já. og hérna og Og ég blikkaði ekki. nei, þú blikkaðir ekki. Mér finnst svo gott að fólk viti að hérna að þó það verði sem sagt fótaskortur á tungunni Þá að er það bara það allt í þurfi lagi. ekki að rökkva í kút. Þá er það líka bara allt í lagi. Já. Að það sko, ef ég myndi grenni yfir öllu sem að væri hægt að grenni yfir, Já. þá myndi ég bara aldrei hægt að grenni. Nei, þetta er svo fallegt fyrir það að segja þetta vegna þess að Við erum orðin of viðkvæm. já, við erum orðin of viðkvæm yfir öllu. Ég skil alveg sjónarmið fólks, Já, en þessi rosalega viðkvæmum sem komin er svona, að mér finnst óþarfi, já. en ég skil sjónarmiðin og ég reyna að passa mig, Mhm. en ef að einhver astnast til að segja eitthvað vitlaust um mig, þá bara lifi ég með því. Já. Og leiðrétti viðkomandi. Já. Það drepur engan leiðrétta. Nei. Og segir hennum að því að kannski, já, að því að maður verður svona fótaskortur á tungunni og það er bara, já, Ah, mér finnst það var þægilegt að fólk, að því að maður fær móral. ég er mjög lítið hrifin af móral. Ég líka, að því að hann Og þess drepur. vegna sleppi ég honum. Er það ekki? Þessinni, já. Það er best að sleppa honum vegna þess að Já. hann læknar ekkert. Nei, hann hjálpar engum. Nei, ekki gráta spilta mjólk þó og gerist eitthvað vesen, þá verður bara að hlæja því. Spilt mjólk verður skerið ostur. Ó, þú ert með svör. Svo má drekka mísuna. Já, með svör við öllu. Þú vorst að segja mér annað skemmtilega sögu þegar þú komst í ammælið mitt þegar að þið voru bara með gay-pride eiginlega þegar þið Við komu. mættum þarna, hvað voru við? 8 drottningar Ó, í ammaliðið þitt já. í Nauthólsvík og þú varst þarna, hvað var þetta, flugskilja eða Já, við vorum út um allt, við vorum svo Já. heppin með veður. svo stíplaðist salernið Mhm. og ég þarna í fúldregg jólahóruðrægi jólahóran dráttasnýkir og það bara fór allt í panik, klósettið stíplað og allir þurft að pissa og enginn gætt hugsa sér að gera neitt þannig ég setti bara ruslaboka á ermina og óði í þetta Já, og losaði. ég hef sko Það gætu allir pissa eftir það Já, og ég þóð mér hendunar. ég hef örugglega ekki nefnt að fara að klósti sko. Þarna, ég hef verið örugglega svo sem hefði farið bak við stein. Ég gerði það í Vestmannaeyjum að því að mér er svo magnað að sko ég hef pissað niður í bæ einhvern tímann þegar ég hef ekki komast á klósett en þá tók nú engin mynd af mér þar En svo eyðiraflinum.
Já, ég meina, hver hefur ekki pissað downtown sem hefur eitthvað verið þarna? Ég vissum að ég pissa allavega tvisar, sko. Já, já, tvisvar, ég meina, Sko, ég er að meina, utan hús. ég er að meina í neyð. Já. Ég meina, maður er ekki að pissa þarna bara ganni sínu, Ég bjó í Barcelona og komst ekki að klósett að búið lokallu. Ég bara pissaði næsta hús, sko. Já, eða þeir eru bara að láta mann hafa svona flösku ef maður er með svona pínu drjóla sem er miklu betra. Já. Það er eina sem ég öfunda svona fólk sem er með dippi. En ég náttúrulega pissa alltaf sitjandi. Já, auðvitað. En ég pissaði þarna... Svo er ég lítið mjög erfið fatnaði þannig það er svona, tökur smá tíma að koma sér úr. Það er ömurlegt. Ég veit það. En djöð lítur við alltaf vel út. Ég er samt með alveg rosalega partíblöður. Já. Ég veit ekki okkur, því ég er aldrei í partí. Aldrei. Ég þarf að pissa allavega svona á 2 tíma fresti, lágmark. Já, það er bara, ég myndi bara, þú þarft að fá bætur. Það er bara þagleg. Mamma passa sig hvað maður óska sér vegna þess að ég hugsaði hvað þetta var notalegt Aldrei að vita hvað gerist næst. Búið með blóðtappan, næstu þaglegur. Já, þú ert búin að gangi gegnum alveg herfilega sögu sem sagt að því að þú greindist segðu bara sjálfur frá. Ég greindist núna, semst eftir 3 ára mjög mikil veikindi. Já. Síðastliðin 3 ára frá 2018. Þá var það sem var endalaust stimplað sem gigtin mín eða sjálfsofnæmi eða eitthvað. Þá greinist ég með sem sagt alnæmi á lokastigi síðustu páska. Núna 2021. 2. apríl á föstudaginn langa þá skreiði ég upp á sjúkrahús bláið framan að deyja. Dó ekki, sem betur fyrr. En þau sagði að ef ég hef komið viku setna þá var ég döð. Þannig að ég er bara mjög fegin að ég braut 8 áflætti mín og fór upp sjúkrahús. Sem er mjög erfitt þegar þú átt í hlut, sko, Já. því þú vælir ekki við neinu. Nei. Þú myndir skemmta Ég brauti með tánaði síðustu og Já, ég lagaði einmitt. hana sjálf. Já. En sko, mér finnst þetta svolítið mikilvægt vægt þarna með HIV af því að það er komið svo mikil, það er komið svo góð lifir þessu Það er komið mjög góð lyf og sem björguðu þér. og ég tek mjög vel við þeim. Sem betur fyrr. Já. En það sem að mér finnst ömulegt er, og sérstaklega með yngri kynslóðina, er að það er komið svo góð lyf að fólk er hætt að passa sig. Ég smitast til dæmis á preppi, sem er lyf sem átt að taka sem að gera þig ónæma fyrir alnæmi. En ég smitast samt, af því að ég Þú ert á preppi sem að Já. gera þig ónæma á að gera þig ónæma. Já, það var líka að segja frá Tekur fólki ekkert frá þessu. vissan tíma. Já, Ég greinlega var ekki innan þeirra tímamarka. Ég er búin að taka preppi 2 vikur já, og það var ekki nóg. Ég þurft kannski 3-4, segir læknirinn og þau, mitt Já. heimi. En ég smitast. Við náum ekki rekja smitið. Nei. Þannig að, en mér finnst bara fólk orðið of værikært. Já. Notið smokkin, ekki bara treyst á preppið. En þegar að fólk er að djamma og Af því að djúsa og svona. þetta er sjúkdómur og hann, þó sért sko lifir með honum og í marga 20 ára, Já. þá er þetta samt mjög slæmt fyrir líkamæðin. En það er kannski Ég er með svolítið ónýtt kæruleysi. ónæmiskerfi. Jesús Kristur, út af þessu þá. Út af þessu. Ég er með þarna króníska lónabólgu, mun Já. alltaf hafa. Ég á mjög erfitt með að taka gigtaliðu mína þegar þau eru ónæmisbælandi. Jesús Kristur, Þannig að en þú varst með gikt, skilur Ég er með sóragikt, já. Er það psoriasisgikt? Já. Það er áður en að þetta kemur í ljós. Já, ég var greind með hana 19 ára. Jesús Kristur, er það ekki líka samt svona álags? Það er álagsgikt, jú. Já. Við minn góður, en samt hefur alltaf þrælað, ég hef aldrei séð duglegri mannskja þig, sko. Örugglega mann. Já, kannski ég lík því, kannski en ég maður það að geti því. En þú ert svo dugleg í öllu sem þú tekur þig fyrir hendur. En það er líka bara, ég elska að vinna. Já. Og ég lifi þetta alltaf mikið fyrir að vinna. Ég er nákvæmlega það sem ekki heitir sko vinnu og alki. Mér finnst það ljótt orð. Já. Mér finnst vinnu alki, af því að Það er betra að vera vinnu þjörkur. Já, af því að mér finnst það ekki svona spennandi orð að vera. Ég vorkin alltaf freka fólki sem segist vera vinnu alki, því að það virðist þessu sjúkdómur. Af því að vinnu samt fólk. En þetta er viss sjúkdómur. Af því að Já. ég elska það að vinna. Já. Og mín fíkn er vinna. Já, það gæti nú verið eitthvað annað verra en það. Ég gæti verið að heyra á henni. Já, það gæti verið á heroínu, það var í smá verra. Samt held ég erfitt á Íslandi. Og líka erfitt ef þú ætlar að gera það jafn mikið á vinnu. Þá Nákvæmlega. er nú ekki náði eins og að fá AIDS. Akkurat. Já, það má ekki segja AIDS eða hvað. Það heitir ekki AIDS. Þetta er náttúrulega alnæmi. Já,
það er þetta. Nú Já. má ekki segja þetta, svo má ekki segja Já. þetta og maður er náttúrulega ekki En mjög, þegar fólk segir ekki skarpasti hnífurinn í Já, skúfunni. en þegar fólk oversegir við með AIDS, Já, þá bara leiðrétti ég og Já. þetta heitir alnæmi já. og Og svo, það er mjög gott að fólk og viti að þú þetta. fer niður fyrir vissa frumu sem sagt Já. talningu, þá ertu ekki lengur með alnæmi heldur, ertu með HVV, jákvæð. Já, Þannig að í dag er ég pós, ég er ekki alnæmi sjúklingur. já. Ég er orðin pós. Ég er orðin pós! Pós! Ég fekk að vita það í síðustu viku. Vá! ég Verðum að gera svona. Ég er komin niður fyrir 20. Vá! Mér finnst þetta svo, Þannig að 20 pluss er alveg Já. með smituð, 20 undir Já. er HVV pós, eða jákvæð. en myndirðu svona, heldur þú að ef að á djamminu, sem sagt, gay einstaklingar, Gay sem sagt, og straight. já, ég er allir. bara þeir sem eru með, sem sagt, eru að stunda kynlíf, að þó þau væri með tonna af smokkum, heldur þau myndir nota þá? Horfðu í augun á mér. Nei, Nei, því akkúrat, miður. það er nefnilega það. Því miður. Verður ekki að finna einhverja aðra leið í þessu, eins og bara að það sé, sko, ég er ekki að segja, Preppið er náttúrulega frábært. já, að það sé hægt að sprauta einhverju inn fyrst, skiljuru, að það væri eitthvað þá eins og þeir verður með svona fróður sem er sæðisfrumudrepandi, að okkur væri ekki hægt að, þú veist, að því að það er hægt að finna upp allt. Þú veist, sjáðu bara hvað er verið að finna upp, sko, það er bara með ólíkitum, gerfigreind. Já, já. Það er komin að múffur með gerfigreind. Þú veist, ég veit Þarna ekki. rúgdótið. Já, rúgdótið. Mér finnst það svo sniður. Fyrir kalla. Ekki prófa það. Nei, ég get ekki prófað það, guð mig góður. Ég myndi ekki, En það notum við frekar sko dildó eða víbró. nei, ég nota ekki neitt. Ég bara, veit að þú notar ekkert. ekki neitt, sko, ég kemur ekki nálægt þessu. En mér finnst þetta svo sniðut fyrir graða kalla sem er að gera konuna sína brjálaða. Já, en svo líka sko bara yfir höfuð, straight eða gay eða ekki, notið smokkin, please. Af því að Já, já, en þarna... Ég hef tröllatrú á honum. Mhm. Það er ekki nóg, sko, mér er skýt sem að hvort að fólk getur ólétt eða hvað sem er, en þarna eru svo margir slæmir sjúkdómar. Mhm. Svo til dæmis núna sífilis er búið að fara aukandi og Pældu lekandi í því. aukandi. Þetta Pældu í því. eru sjúkdómar sem var búið að útrýma hérna Hversu gamall er sífilis? fyrir 15 árum. Þá Já. var þetta ekki, sást þetta ekki hérna á landi. Og er þetta komið hingað Já. til landsins? Já. Og þú sagði lekandi líka sem Og er... lekandi. Og hvað til dæmis sífilis og lekandi, þó að kannski ætlum að gera þetta, að eru hérna... Hvernig eru afleiðingarnar af því og er það ekki bara... Sífilis náttúrulega ef maður fer til dæmis í heilan þá verður bara klikk. Ok. Já, og hann brýst út í húð og annað, þú verður mjög ófríð. Ok. Það bara koma sár og Og viðbjóður. þetta smitast... Þess vegna heitir það sárasótt á íslensku. Jésús. En er það hérna gagnkynneigðir, þetta er allt og langt orðið, þólið ekki. Flestir sem eru að smitast núna á sífilis á Íslandi eru gayfólk. Já, er það ekki það bara aðalega því að hommar. Af því Já. að þeir eru konum með stunda meira preppið kynlíf sitt. kannski? Nei, þeir eru konum með preppi og stundu kannski meira óvarið kynlíf út af preppinu. Já, En þeir gleyma því sko, þá er sífilis, lekandi, klamydia, hvað sem er í gangi. já. En ég þekki mikið á hommum sem eru bara ekkert fyrir kynlíf, þetta er svo, þeim finnst þetta mikið vesen. Hefur Það heilt um það? Já, ég stunda bara kynlíf því innan í. Já. Hversu oft... Og það er vesen. Já, hversu oft nennir því til dæmis? Ég er bara svona að spá í að við Ég tek kannski- gagnkynneigð fólk er alltaf Það að er spá kannski í eina viku á 6 vikna fresti. bara heila viku. Já, þá ertu bara reddi og svo er bara búin. Já, 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 þetta er bara Þú ert að eðlilegt. skóla, raka, vaksa, Já, allt þetta rugl. en kallar vilja nú ofta leita í ekki alveg rétt að gati, sko, og svona, hjá konunni. Nákvæmlega. Svo að það þyrfti kannski að skóla, raka og vaksa líka þar. Já. Mm En ég meina, Að því að mér finnst nefnilega þetta svo orðum aukið oft hjá fólki að þeir heldur að sé alltaf svo djálík út kynlífið hjá gay fólki. nei, Nei. þetta er megavinna. Mm Ég ætlaði nefnilega að ná mér í gay mann, þú er búin að ná mér í þetta, hann er bara, veit ekki alveg að því, sko. Hann Að mun því komast að því. já, þetta er að nárni minn hérna með kíki, hann er nú vist kærasta, en hérna, Átni Gretar. já, Taktu bara báða og hann leif. Þáttu Já. 2. já, að því að ég veit Svo að var fylgir hægt hundur. húra með þeim og svona, þeir væri ekkit að, þú veist, og svona, Já, taka einn ég góðan sleik. er rosalega gamaldags og þá er ég að tala um ekstra gamaldags. Ég vil meina að hjón eða pör eigi alltaf verið sikkur setningarbygginu. Heyrðu, ég er svo sammálaðir, hvað er sexy við það að Ég sofa í get sama rúmi? ekki, já, bara mjög erfitt með að sofa í rúmi með öðrum.
Ég líka. Eða herbyggi með þeirra. Börnum allt í lagi, sko. Þeir mega vera 12 börn. Já, já. þú ert náttúrulega ekki vön því að vera með 12 krakka. Jú, Já, ég já, fættu þú ert uppalega með bönsa sískinum og sískinabönnum, þannig að þess Já. að þólið ekki bönn. Já, Eða þólið mjög illa. Ég er ekkert vond við henni, bara ég vil ekki hafa það ómikið nálega mér. Já, þú ég séð þið vera voða góða. Þegar maður sér ekki Ég er til. alveg góð við bönn. Já, Ég er ekkert að berja þau, sko. allavega svipa á við hænunar. Ég er betri við hennur. Er það? Já, ég skamma þær minna. Já, það skilja það kannski eins. Nákvæmlega. Já, En ég er alveg á því, sko, hjóni yfir sig ykkur í herbygginu. já, til þess Og að, svo þegar þið viljið, já, þegar það gerist, já, það bara getið hist í stofunni. hafi þetta svolítið svona sexy, þetta verður óspennandi. Ef þið eru alltaf saman og Já. sko, hafa Sama svita. hljótandi manneski við hliðina á mér eða manneski sem andar hátt eða er ógeðslega heitt af því ég er sjálf mjög heitfeng þannig að sem sagt maður með kallar mig alltaf þarna opnin Já, það ég er alltaf í 250 gráðum já, þá var nú með blæstri Já. Líkar alveg ljósi hann endar eins og puristek Já, ætlar kannski einhvern tímann að eldan? Myndi ég langa til að smakka svona mannakjöta því þú ert svo hrifin af þetta? það myndi ekki tröfla mig, nei Nei, það myndi en mér byggðist það sko Yes. ég veit að til dæmis í Japan er hægt að fá mannakjöt Er á það? vissum veitingastöðum Já, já. það er vissu rándýrt Er það eitthvað það grafið upp? nei, það er donated Er það donated og já? fólk gefur líka maður sinn á þessa veitingastæði til þess að láta borða sig Jæja. En Mér finnst þetta er kannski gott fyrir hérna að vera að taka ekki pláss í jörðinni að bara, þetta er kannski miklu að tala betra bara við, ég að láta skýta þér þetta er þá kannski ertu að bara tala orðin við Barjón, kompóst. tala við sem að vil og vita hvort það það fyrir að getur grafa endalist einhvern lökkum kistum Já. og eða allir orkunni að brenna en sko, ég myndi ekki hika við að smakka mannakjöt Ég er svolítið hissa. ef það væri löglegt og í boði þá myndi ég smakka það eina sem ég get ekki hugsað mér að smakka eru kóngular Það, ég var að Get það gæti hugsa mér alveg Ég get smakka það þær. ég sé þær eldar og ég er bara svo hrætt við þær Já, Ég get ekki dauðar. ég er bara döður ljóðandi Þú sem ert ekki hrædd við neitt. ég er svo Myndir hrædd heilsa sko ég er svo hrætt við nasisma. kóngular að það er ekki fyndið Þetta er ég skrýt. skal berja nasherning en ég borða ekki kónguló Nei. ég get ekki einu sinni, ég get ekki drepa þær ég get ekki sópað þeim út, ég bara veina og stendur bara stólu og öskra Ég borðaði sebrahest eins og smakkaðan og ég er ennþá illt að því mér finnst það svo sætir. þeir eru bara svo hrossakjöt Já, en eru þeir ekki í útrýmingar hættu? Sebrahestar? Nei. Nei. Meni, ég er búin að bara sebra, gírafa, kenguru, höfrungar náttúrulega, hvali, Já. marglittur, krónhyrti. Er þið eitthvað ljósinn að stríðagrina? Það eru eitthvað biluð, það er eitthvað eitt ljós sem er alltaf að slá út. Já, var þetta ekki andarnir þess að? Eða andanir. Er yfirleitt bara eitthvað svona eðlileg skýring? Nei. Ég hef mjög sérstaka áhrif á rafmagn. Já, en þú Ég er nefnilega mjög næm fyrir rafmagni. Þú ert nefnilega eins og einhver mannski kallaði mig, sko, því að átt að skilgrina að ég væri bara orka. Já. Mér finnst þú vera bara þessi típa sem ert orka. Það er eitthvað sem að gerist með rafmagn nálega mér. Ég bara, þetta eftir út eða ég fæ raflost. Eða þú færð raflost. Ég er búin að fá svo mörg raflost. Segðu nú frá því. Skelfilegt. Fyrst sem ég man eftir að fá raflost þá var ég að elta litla bróða minn. Ætla að berja með gerðingastur. Jæja. Þegar hann hafði gert eitthvað. Og ég flækist í rafmaskeringu. Hún vaðist hálsinn á mér. Guð minn almáttugur. Og eftir það bara, ef ég kem við bíl, það kemur blossi. Og ég fæ bara raflost. Ef það er eitthvað staðan nálægt vatni, þá fæ ég raflost. Ég er búin að fá raflost, oh my god, já. Á 22.1997 var það. Þá Á 22. Já, gömlu 22 geðstaðanum. Þá dressaði mig upp, ógeðslega sett með brjála, stórt hár, 20 cm hælar og mér fannst ógeðslega góð hugmynd að búa til svona krulludót úr koparvír, úr gömlu fjöltengi. Ég lúkkaði ógeðslega vel. Já. En þarna voru sem sagt gömlu halogenljósin í tísku, það sem var ekki vörn utan vírin. Og ég labbaði beint á vírin og fekk raflost á lágugólfinu. Guð minn góður. Og fólki hlósa mikið að það gæti ekki eins og hjálp mér. Það hefur haldið þetta að vera Ég er ennþá atriði. með ör hérna. Jésús, vil ég sé þetta? Það sem rafið sprakk út. En það hefur haldið þetta að vera atriði bara. Þau held þetta að vera atrið, en ég er bara í raflosti. Já. En svo mætti ég upp að barn og held að maður að vinna. Þegar ég er búin að jafna mig. Já. En þú hefur náttúrulega verið alltaf viðlóndi dragdrottningar keppnirnar sem ég elska út af lífinu.
búin að vera með frá fyrstu ever 1997. Já, ég veit bara ekkert skemmtilegra en þú veist, alltaf sjó í kringu það Og líka bara félagskapurinn og öll geðvikin öll geðviking. og allt Við erum rámað. góður, sko. Já, Æðislegt. og svo gaman þetta var í gamla bíó alltaf, Já, að því að þú veist, mér er svo við erfitt byrjum náttúrulega á Nellís, Já, svo var aftur Nellís. Svo ég man ekki þetta því, er það ekki fyrir minn daga, netjúk. það er svona Ég hef verið þar, sko. ég man bara- þjófaskjúklingur. Já, ég var kjúklingu þá. Það var 96 og 97, svo var það á Hvar gamla var Nellís? Ingólfskaffi. Nellís var á Þingostrætinu. Já, ég hef verið Það er þarna- einhver Já, ég útivistarbúðar var- núna. Já, ég hef verið þarna öllu stöðanum, sko, ég bara, já. Svo var þetta á Ingólfstrætinu, svo Já. var þetta á, hvað hétta, Gaukur og Stöng, Já, var það já, einhvern ég man tímann? eftir. Já, já. Þjóðleikurskjallarnum var líka. Mhm. En svo hefur þetta verið meira minna á gamla Það bíó hefur verið síðan. svolítið smart að kannski hafa það þjóðleikurskjallar. Það var mjög næst. Svo var það eins og í hörpunum, mér fannst það ekki alveg, Nei, ég kefti í hörpunni já, þú veist fyrirgeðu, ég er bara að gleyma því. og það var ofstórt, fannst mér. Þú náður ekki námdinni. Nei, það var ekki eins mikið, sko, að maður fann ekki Þetta var of mikið sjó. Já, Ég vil geta interakta við áhörundur. ég líka. Að þú ert með 500.000, 2.000 manns inn í sal, Já, það nærðu því ekkert. Og ljósin framan er, þú sérði ekkert og mér fannst ekki eins gaman, ég man að Nei. það var geðvegt flott, það er mjög flott. það var allt mjög flott, en ég, Og mér fannst það líka mjög óþælt að þetta er fyrst skeitt sem sagt, er sungið live já, í hörpunni. já. Það var ég. Ó, Söng mjög illa. Viðurkenni það. Ég hef Hvað enga- söngstu? get ekki allir verið gorgeous Ó, eins og ég. En get ekki allir verið gorgeous, Það geta allir verið gorgeous. þurfa aðeins að hafa fyrir því. En sumið þrá fyrir meir en aðrir. Já, ég er að meina það, ég meina. Ég er svo heppin, ég vakna bara. Já, ég er með svona, þetta heiti Íglótt lipstick hérna, Já. þetta er frá Póllandi og þeir voru hérna í kringlun og fóru á hausinn því miður og setur henn að vara lit á þig og hann dugar í viku. Það er eins og með Golden Rose var í litina. Þetta að djóka. Þú setur á Og þig svona ósvöla rauður og og fín. þeir fara ekki. Já, ég held að getur valla, ég þarf að prófa það. Þetta er næstuði eins og tattoo. Já, Þannig að maður þarf að passa sig á tekníki og mikið út. mér finnst það æðislegt að... Það er ekkert enn sem ég endaði sko með hvað heitir þetta, pottastál. Já, Að reyna að ná hann að mér þegar ég var leiðin í vinnu. rosalega er þetta góða auglýsing fyrir Golden Rose. Fæst það á Íslandi? Golden Rose fast á Íslandi í Hákaup og nýra Laugavegi. Niður á Laugavegi í Hákaup þá? Nei, Hákaup í Skeifunni, öllum Hákaupunum fast Golden Rose. Já. Og svo er nýopnuð núna kollubúðu Laugavegi sem er með Golden Rose. Er það að djóka? Er komin kollubúð? Á Laugavegin. Já, þetta er svona loksins. flott kollubúð. Já, loksins. Er það? Ég vil nefnilega innleiða, ekki ég persónulega, en ég finnst þú að smart ef að konur og menn og hverju sem vilja, hann eða hún eða hinn eða það og hvað sem er, að hérna getur Ég nota alltaf kollur. Já, mér finnst það bara svo smart. Bara dagstælega alltaf. Ég er alltaf með kollu. Já, mér finnst það bara svo gaman Já. að ákverju þetta er út um allan heim en við erum eitthvað svo typpil sinna á þessu. Að því mér finnst þetta svo gaman að geta breytt hárgræslu og bara, Ég bara vakna í þessu skapi. Já. Ó, ég ætla að vera með bleikt hár. ó, Ó, ég ætla að vera með stutt hár. Ég ætla að vera með sítt hár. það er nefnilega ekki gott að vera alltaf að lita það bleikt og blátt og svona. Nei. Ég rústaði hárna með þennig. Þú veist ekki, ákverju að ég kom með svona sítt hár? Að því ég treysti bara ekki alveg að það sé klippt rétt að því að ég elska kannski eitt klippara og þá er að fara að klippa í styttur og ég þóla Já. það ekki, ég klippa það bara sjálf. En ég meina, hárað er alltaf fínt. Já, það er alltaf fínt en ég kom með mjög sítt, ég hef ekki aldrei verið með svona sítt hár. Þú Og það kom nú með stutt- 70 þú varst með stuttri. Já, eins og það var í krúnurökuð og það er ennþá á debitkortinu mínu súminn eins og nýsloppina kvíabrygg. Ég var krúnurökuð eftir kímó á vegabrefinu minn og ég var mjög fljóta að skipta um vegabref. Já, hvað hérna, þú fegst krabba minn? Já. Hvenær var það? Smágirni. Það er 2003-2004. Mynduðu ekki geta sagt að það væri lifandi kraftaverk? Nei, Jú. Jú. Ég fekk bara góð lyf. Nei. Og ég segja reitt nefnilega, ég er búin að sundugreiðna orðið kraftaverk. Það er að setja kraft í verkin og ef að þú setur ekki kraft í verkið, að því þú vælir ekki, þú bara ferð fram úr með þarna, þú veist hvað heitir þetta þarna, fagleikin, þú veist, og komi bara niður á diskó, svo að þú, að því að fólk þarf að nota spiriti sitt, sinn kraft, setja kraft í verkin, þetta ekki sammála mér. Algjörlega sko. En ég skil líka þegar fólk gefst upp.
Ég skil það fullkomlega, sko. Ég Ég myndi náttúrulega, ekki- já, já. ég endaði á geðdeild í vor að þegar ég bara gafst upp. Já, Fekk 7 tauga áfall á einni viku. já, er það nokkuð skrítið og þetta er, Ég held ég gæti díla við þessi veikindi já, að þegar ég bara er get þetta allt. áður en þú greiðnist? eða? Nei, þetta er eftir að ég greinist. Já, Og svo fekk ég blóðtappa núna í það og Jesús minn, það var rosalegt. bara herra guð. En ég held ég gæti díla við allt að því ég er náttúrulega get allt og kann allt og veit allt. Já, En ég bara gata ekki. miklu betur heldur en fulla móti. En ég sem betur fyrir leitaði mig hjálpar. Og ég vil að fólk leiti sér hjálpar eða Já, þarf. já. Og ekki reyna að gera allt einn. Þetta er að talið segja við- frá þínu eini beini að því Já, að þú hefur alltaf Ég hef alltaf gert allt einn Já, og það er ekki hægt. nei, Það er bara ekki hægt. Talaði við vini, ættingja, mig. að þegar þig, bara vinir og ættingjar allir sem að þykir væntu þig, Já, leiðu þeim aðeins að svona vinda ofan að hnútnum. já. Að því að annars endur bara getild. En þú vilt aldrei kvarta, sko. Það er þess vegna sem að þú kannski... Ég er nýbyrjuð á því. Já, en Kvarta ekki mig- yndislegt. Ég kvart ekki mikið en En ég er yndislegt þú farin að sért að kvarta æfa pínu. þig að því sumir kvarta náttúrulega alveg of mikið Já, og er alltaf kvartandi þá fá þið bara meira vesinn svo þið geta það er haldið úlfur, áfram. Já. Já, uppáhalds yðinu sinna kvarta. En ég held að ef að þú hefði verið alltaf sífellt kvartandi þá væri nú ekki hér. Örugglega ekki. Af því þú hefur farið mikið á nefanum, sko. Hnefinn hefur virkað fyrir mig, hann virkar örugglega ekki fyrir alla. Nei, alls ekki, við erum Nei. ekki þá Og alls ekki gera það ef þú getur það ekki. Nei, En í guðana bænum byttum hjálp. já, ég er alveg sammálaður að því að við erum öll... Hvað sem Eins. það eru vinir eða félagslega eða Já. heilbriðis eða eitthvað. Mhm. Bara ekki fara í gegnum allt einn. Af því að það er bara engum holdt. Já, nú er þú, sko, þú ert fiskur. Ég er fiskar, já. Þú Heyrðu, segir alltaf heyrðu, fiskur. það var einhver hérna fyrir aftan minn að segja að það eru 10 10 mínútur. 10 mínútur. Ert að koma? Þetta er svo, pældi hvað það er klámfengið orð. Ert þú að koma? Nei, Ég er fiskar, já. já, ég ætlaði að vera þetta, ert að koma? Manstu að ég var að segja að vera klámfengið, ég verði að klára þetta. Minnst það ekki klámfengi. Ert þú að koma? Ert þú að koma? Ert Ég er þú komið tilbaka. Já. Ég hef ekki Ég verið, ætlaði að vera rosa fyndin að virka ekki raskat. Það virka ekki raskat. en það er bara eitt raskat hér sem virkar. Heyrðu, þú ert fiskur, ég veit það alveg, náttúrulega. Þú Já. ert fjórða. 4. Ég veit mars, það já. að því að hérna barnabættum mitt Elli er þriðja. Díunum á undan. Já, Er hún jafn nervið og ég? hún er 5 ára. Það er ekki Það búið að byrja reyna þá, það byrja þá. Þið, þú elskaðir hann að þú komst þetta. Ég elska hann út af lífinu, sko. Já. Hún er yndisleg. Já, en hún er, Ég nefnilega held hún muni hún er alveg svakaleg típa. Ég Hún er held hún einum muni of. fett í mín fótspor. Hún dreymir fyrir öllu og segir mig hvað hún dreymir fyrir og svona, náttúrulega ég svona tala drauma upp öll. Ert þú berðri Nei, Nei, ekki neitt bara. mér dreymir bara yfir höfu ekki neitt. Þið dreymir Nema alveg vitleysu. jafnmikið. Já, þið dreymir jafnmikið og mér, sko, þið dreyma öllum jafnmikið. Ég dreymi örglega, sko, ég bara man aldrei neitt. Dreymið í lit? Absolutt gult og fjólublátt. aðalega. Það er náttúrulega sterkustu lit. Það eru litinni sem ég man eftir. Já, En mér dreymir eitthvað, sko. já. En En yfirleitt ef mér dreymir þá er þetta bara eitthvað svona vitleysa. En vittlisan er til þess að maður verði ekki geðveikur, að lendi ekki inn á Það verður að geðdeild. losa já. Það verður að losa Það verður um. að losa Já, þess vegna er svo mikilvægt að fólk sofi. Sefur þú nú? Ég sef ekki vel og ég Nei. sef mjög lítið. Mundur ekki geta kannski tengt það að það skiptir svo miklu mála því líka minn lækna sig sjálfur rosalega mikið að þú hefðir Ég Þurft þyrfti að sofa miklu meira, að sko. finna leiðir til þess að geta sofið. Ég er búin að finna leið. Ok, Ég þetta er nota ásælegt. kannabismjör. Já, En ég nota það er aðalega það á hagkaup? Nei, Já, en ég held að fáist ekki hagkaup. nú það er það ekki það er mjög ólöglegt að með skilst. Er það? Kannabismjör. Eða ég menna er ekki búið að leifa eitthvað kannabis? Já, það er CBD-olja. Ég get alveg eins tekið Smarties. Já, Hún virkar ekki raskat á mig, sko. Martísson, helviti. Já, litin, já. Já, En, kannabis smjör. en sko, ég tek það Já. engöngu ef ég er mjög verkuð með Já, giktina. já. Þá tek ég kannabismjör, en þá líka sef ég alveg í næstu í 7 tíma. Já, mér finnst En það, venjulega sef ég svona 4 til 6 já, mér finnst það í hléum. heldur þau get ekki ávísað upp á þetta læknandir eins og önnur lið. Þeir mættu gera það, en þetta er ólulegt. En ég er búin að segja öllum minn læknum að ég noti kannabismjör og þeir bara, haldi ég áfram. Já, að því að auðvitað, já, það þarf bara, Ég kýs þetta frekar heldur en svefnlyf og pillur. já, ég menna þetta er á jörðinu komið. Og hérna, Ég fíla ekki vímu af kannabis, nei, en minnst fínt að sofa af þessu.
Já, og þetta er mjög verkastillandi. já. Og hérna bara það er sko dásalegt, þá þyrfti náttúrulega fólk sem að hefur það svona bátt og kannski finnur ekki hlutir. Guð minn almáttugur, við ætlum ekki að segja símanúmerið hérna. Ég heiti Ómel Svavars Manúmbas á Facebook. Ding, ding, ding. Já, þá við ætlum ekki að segja hvað. Já, Fólki og fólk finnur bara mikinn mun. já. Já, þetta er náttúrulega, sko, ég meina, já, ég bara Hálfteskeið, 2-3 viku úr að drepast, þá er það bara algjör hugsa guðskjöf. sér hættulegra að Bara reyka guðsgjöf. sígarettur. Og ég er ekki líka. Já, nei, ég segi svona að ef að þetta væri bara, sko, ég vil náttúrulega bara gefa allt frjálst, það er mín skoðun Já, að læknir gæti þá bara ávísað og það væri bara hreint og nákvæmlega. fólk getur bara ákveðið úr því að vill Væri drepa búið að sig. einangra það sem að þarf. Já, að því að í staðin fyrir að glæpavæða alla og allir komnir í fangilsi fyrir þetta og drepandi ömmur og Akkurat. deyjandi sjálfur út á götu að þetta væri bara eins og í Bretlandi þá erum við með læknisráði og svo Já. fylgst með fólkinu og Menna, þetta er að Spáni, ég bjóð þar. Þar Já. kynnist ég rauninni kannabis. já, Þannig að það er bara kaffihús. Þú Já. getur fengið þetta sko til að borða það, reykja það, drekka það. Þannig að ég man eftir því ég get ekki reykt kannabis en ég get borðað. Já, ég man því frá Vancouver að þá mátti reykja kannabis fyrir utan og inni, skilur, ég var bara eins og að prófa þetta í Kristjaníunda kannabis, sko, þú veist, það er ekki mitt heldur, að það mátti reykja það út og inn á veitingahúsunum en ekki sígarettur. Já, Þannig eru þeir í Vancouver. það er nefnilega aldrei þannig. Já, og þar eru þau með fólki sem hefur lent í líði og er götu fólk eða þess að hefur þurft að lifa á götunni. Þannig að þeir eru þarna með sérstaka götu og þeir labba með pókana þína með þér heim. Þeir stel ekki neinu, það er bara séðum að úr því að þeir eru með þennan sjúkdóm sem er fíkn skiliru, þá er ég ekki til að lækna sig, að þá fá þeir það sem þeir þurfa, svo þau þurfi ekki að drepa mann og annan eða ræna mann og annan. Og mér finnst þetta fallegt verði að segja. Ég er algjörlega hlind þessu líka sko að því Já. að glæpa veða fík finnst mér bara mannréttarbrot. Mér finnst það. Og eins og til dæmis fyrir mér sko kannabis er ekki fík. Nei, þú ert náttúrulega Ég er að með nota allt þetta aðra fyrir- fíknir, Já, fullt af þeim, Já, en bara já. ekki kannabis. Nei. En bara sko ef að fólk vantar kannabis sitt eða fólk vantar, hvað maður segja, kókaini sitt eða hvað sem er, hafi þetta þannig að fólk geti þá bara gert það í, hvað maður segja, safe umhverfi og þurfi ekki að borga heiminhá sektir að setja í fangelsi. Já, mitt. Menn núna eru alkoholistar ekki settir inn. Nú, hvurslags er þetta? Þannig Þeir að- hefðu nú gott að því öðru Já. hverju. Það er farið vel með Og fólki ég til dæmis er fíkill í sígarettur, Já, ekki setja inni fyrir það. nei, ég veit Af hverju hefur verið að loka fólk inni fyrir svona sem að það Já. ákveður sjálft eða þarf sjálft? Já, við þurfum að vera betri við hvort annað, segi ég. Já. Og við þurfum að faðma hvort annað og hætta að dæma fólk fyrirfram eða fordæma aðra. Það er að dæma fólk fyrirfram. Heldur að bara, þú veist, að elska. Ég kýs að kynnast fólki á þannig ég dæmi það. Já, en þú getur ekki kynst öllum. Þú veist hvernig Nei, fordæmingin en ég get alltaf heilsa fólki og verið næs og brosað. Já, ég er að segja, sko, við erum oft, ég var fordæmt, sko, til dæmis með að kallar ég þeim ekki í vinnu að því að hún er með kött á haustnum og hún er eitthvað skrítin og svona, sem ég er, að því út af klæðaburði. Já, já. Að því að þeir voru svo Ég er mikið dæmt út af klæðaburði. Já, en það er fordæming, það er að Já. dæma fyrirfram áður en þú hittir Nákvæmlega. manneskjuna Og með það er bara eins og með gay-heiminn, sko, hins eginn fólki á Íslandi. Já. Það er búið að dæma mig í mörg ára því ég fyrir drag. Það meina það. Fordóma fylgst af fólki. Það Fyrir mér, dæmir gay fólk sem er fyrir drag. drag var bara ekki inn þegar Já. ég byrja. Ok, já. Þannig að við vorum bara dæmt. Já. Öll sem vorum þar. Ég, Skjöldur, Georg, Páll Óskar, Marius, Allir vinir Árni mínir. Glóbo. Við vorum öll dæmt fyrir að vera í dragi af því að það var bara þótti niðrandi fyrir gay fólk að vera að dressi upp í drag. Já, En í dag er þetta orðið bara tískubóla. Og Þetta eru- konur eru farnar að vinna sem dragdrottningar. já, Sem pyrra mig dragdrottningar. pínu. Það er ekki drag, það er burlesk. Já, hætt þú nú. Nei. Ég hætti ekki raskat. Ég segi bara það sem ég vil. Já, en það er til dæmis að ég man ekki hvað hún heitir, Binni Bís eða eitthvað Binni. Já. Hún er dragdrottning erlendis og hún er orðin eitt þekktasta mótili núna. Bara í veröldinni og Ég var náttúrulega mjög vinsal in the 90s á sínum tíma, sko. já, Löngum mjó, já, voða sæt. en þú verður aðtúa til dæmis sko
já, bara, þú veist, allir mega vera allavega og ef einhverja konur, það konur ná ekki alveg ykkur. Nei, það hafa ekkert í okkur, sorry. Nei, en leifum þeim að reyna. Já, en ekki kalla það drag. En drag þýðir bara að draga kjólinn. Nei, drag er dressed as a woman. Drag. Þá eru konur bara alltaf í drag. Dressed in gown, já. Semst drag er eldgamalt frá því sko Shakespeare. Þar byrjar nafnið drag. Það sem að konur mátt ekki vera á sviði og karlar léku konur og veru dressed in gown. Þaðan kemur nafnið drag. Þannig að þetta er svo sko, það er kallað sér bio queen. Jú, ég get alveg leyft það. En þú ert samt ekki drag queen, þú ert burlesk. Burlesk. Þýðir það að vera burlesk, er það ekki dans og svona? Jú, hvað gera drátunningur annað en dansa og skemmta? Ekki burlesk endilega. Þið erum með heilu sjóin, sko. Burlesk líka. Og ég þekki sko Magga Mokk og Vice Versa og fleiri burlesk drottningar hérna á Íslandi. Vice Versa? Já, hún er ný. Já. Það er nýkomin á senna. En þetta er náttúrulega, það er með heilu sjóin og stórkostlega sjó. Já. Ég veit með Margréti Mokk, hún er alveg rosalega. Og Magga var náttúrulega bara frábær. Já, algjörlega. En ég er náttúrulega bara gamaldags og þarf aðeins að kannski að taka til í höfðinu. Já. Með þetta bio queen. Ég hristi þetta úr þegar við förum það fram. Já. Svo þurfum við að fara að gera eitthvað skemmtilegt saman. Með tunglhátíðir og svona. Ég er með rosalega fallega hauskúpu heima handa þér. Sem á að enda höfðina þér. Veistu, hún Sigrún vinkona mín sem komið frá London og búin að búa þar alveg rosalega lengi. Hún kann að búa til geggjað hatta úr, hún hefur gert hatta úr, hvað heitir þetta hérna, þú veist þessum dýrur sem að, ekki maurum, bjöllum. Já. Hún hefur gert hatta úr bjöllum og fiðrildum. Ok. Og það er náttúrulega, þú veist, ég verð að kynna það fyrir henni. Það er rosalega viðkvæmt samt. Já, það bara hatturinn dugað ekki nema fyrir sjó. Já. Hún er með sýningar út allan heim eða hennar fötu og þetta dóti valið og hún var að gera fötu úr setningunum mínum, þessi dásamlega kona, og hún var að læra, hún er svolítið eins og þú, hún var að læra að gera torrbæi núna í sumar. Þú veist, í alvörunni. Mér langar að læra að gera torrbæi. Ertu að djóka? Ég er búin að vera að hugsa það. Ég sá námskeið í sumar. Já. Það var örugglega sama og hún fór á. Þú fór á það. Og mér langaði. Þá hefði þið hist. Mér langaði. En ég náttúrulega var bara mikið þá. Já, heyrðu, ég kynniði bara fyrir henni og hún, veistu, hún kenniði þér að korteri. Torrbæ. Já, hún er Sigrún Design, þú verður að kíkja á hana, hún er geggjuð. Ég myndi elska að búa í eigin torrbæ sem ég hef búið til sjálf. Já, ok, myndir þú búa þar? Já, ég er svo mikið sveitapjösa. Já, ég er... Annarkvort er ég á Laugavegi, út í sveit. Já, þú ert annarkvort á Laugavegi út í sveit. Já, það er bara svoleiðis. Þú ert á hverju ári, þá ert alltaf upp í sveit að taka móti lömbunum og því og bjarga. Fyrir slátutíð og núna gæti ég ekki farið í göngur en ég sá gangna matinn í staðinn. Og með 30 manns í súpu. Já, geggja bara. Það var smá klikkun. Jæja, að kvikmyndatökum maðurinn okkar, hann þarf að fara að laga dreddana sína. Já. Er það ekki dagsóminn? Jú. Svo að, veistu það, ég í alvörunni, ég hefði getað hangið hérna náttúrulega núna í allt kvöld. Af því að, sko, ég hef alltaf fundið rétta tíma nú ég hætti að þetta er búið og svona, en núna er ég bara einhvern veginn að þjálfast að því ég er ekkert spyrill, ég kann það ekkert. Svo þetta er blaður. Þetta er bara blaður og það er skemmtilegast. Mér finnst það. Að þegar of mikið spyrill eða þá er það svona, þá eru viss bara issue og þá kannski gleymist eitthvað annað. Já, takk innilega fyrir elsku hjartans Díana vinkona mín. Takk fyrir mig. Fjöllistakona, ég elska þig. Fjöllistakona, ég elska hennar titil. Þú er bara með fallegustu grænu augu sem ég séð. Sem er skondið að því ég er bláið. Sem er mjög skondið að því þú er bláið.